Herru, komið sjálfsögð. Ég heiti Guðjón og vinn hjá Lýsi. Þegar ég var beðinn að koma að halda hérna stutterindi þá skutsaði þetta svona, 12-15 manna kaffiklúbbur, sem var gert. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá okkar reynsla því að nota hæfnisstjóra póker. Ég vinn semst á geðdeild í geðtryggingu. En svona til kannski til þess að þið fáið aðeins flest ykkar haldið kannski vitið eitthvað á Lýsi og þið gerir það alveg örugglega. En það er kannski ýmislegt sem kannski vitið ekki. Þetta er náttúrulega gamalt fyrirtæki. Við erum búin að vera til frá 38. Við höfum vaxið gríðarlega seinustu árin. Við höfum orðin 145 og framleiðum alveg helling af lýsi. Íslendingar erum ekki að borða þetta allt lýsi, það er mest allt útlendingar sem fá það. En það er semst 92% af því sem við seljum út. Það er svo að fara oft á, það fyrir ekki flöskum, yfirleitt ekki, þetta fyrir við seljum í stórum gámum eða tunnum. Við erum Reykjavík og þar erum við með skrifstofurnar okkar og rannsóknastöð verksmiðjuna, en svo erum við líka í Þorlákshöfn og þar er frumbræðslan á lifrinni, svo er þurrkun og annað. Og það er svona bara að gefa ykkur aðeins svona nánari hugmynd feril fyrir fyrirtækis, þá eru náttúrulega, og þá kannski getur pekkað út fyrst með ISO 9002, uppkomin með GMP-leyfi og BSE-vottun og erum orðin í einhver stærsta verksmiðja heima á þessu sviði. Öllu þessu þarf að stýra og við leggjum mikið upp á gæðum. Ég sagði eitthvað, ég er starfsmála geðtryggingardeild og við erum 6 þar og svo eru 6 í geðeftirlitinu. Og ef við bætum við rannsóknarstofunni, þá erum við orðin eitthvað 22-23 sem vinna mikið í geðamálum, einn með annan hátt. Við náttúrulega höfum haft geðhandbók og geðakerfi frá upphafi og við svona fyrir þess að það er 2 ár síðan við fórum að færa þetta yfir í geðhandbók póker. Og við erum náttúrulega með inn í nótsumhverfinu en líka inn í vefumhverfinu vegna þess að við erum náttúrulega með útstöður út allt fyrirtæki þar sem fólk þarf að komast í það og það er fólk þar sem vinnur fyrst og næst við er ekki með nót sem nota vefinn til þess að komast í upplýsingar. En svona bara til þess að átti ykkur aðeins á umhverfinu sem við erum að vinna í. Þá erum við, eins og við ekki búin að tellja þetta saman. Þetta er ef ég tel öll skjölin sem við erum með í geðhandbók þá eru þau 540 cirka. En það sem við höfum verið að þjálfa í, það er hátt í 300 skjöl, sem er alveg gríðarlega mikið. Og en sem sagt, við erum skoðaðir mjög oft. Við erum fá heimsóknir út á þessum vottunum sem við erum með og kaupendur líka. Allt í allt erum við að fá líklega svona á milli 10 og 12 heimsóknir á ári. Og sumar taka 2-3 daga. Og þetta er náttúrulega, þetta er einn af þjálfunin sem slík, hún er svona einn af hornsteinum í virku geðakerfi. Og það er alls staðar þjálfunarkröfur. Í öllum þessum stöðlum og í opinberum kröfum náttúrulega líka. Og það er náttúrulega, það er full ástæða fyrir því. Það séu svona ítarlega kröfur. Við náttúrulega þekkjum öll að það kemur eitthvað upp á í framleiðslu einhvers staðar og yfirleitt er það nú þetta klassíska, þetta eru mannleg mistök. Og hvernig svona, þú náttúrulega fyrirbyggir ekki mannleg mistök en þú getur svona dregið úr líkum að þau verði með því að
það er ekki þannig sagt að við höfum ekki haft kerfi áður við tókum upp hérna nýja kerfi sko. En það var svona. Og þetta er bara hluti af því sko. Og þetta var mjög erfitt að halda utan um þetta. Eins og kannski gefur að skilja. Þetta var eitt af því. En stór hluti af verkferlinu kringum þjálfun var að starfsmaður sem þurfti að fá þjálfun í skjali, hvort sem það var nýtt skjal eða breytt skjal. Hann þurfti að labba upp á skrifstofu, setja sér borð, kvitta fyrir, ég er búinn að lesa þetta skjal og fara svo aftur niður í sína vinnslu. Og einhvern veginn höfum við það reglu að hjá okkur ef það er hægt að gera flókið þá gerum við það þess þannig. Og þetta var orðið ofboðslega mikið batteri. Eins og segja, þegar við komum svo mikið að gæðaskjölum þá er þetta orðið þungt. Við leituðum leið og ákveðum að því við vorum komin náttúrulega með gæðahandbókina inn í nóts og við erum minni úttektir og hring kerfið. Og svona, þetta svona, ég veit ekki hvort það segir, það hafi svona læðst með en það kom með. Og eins svona, persónlega þá ég ofboðslega, ég þekki það ákveðlega öll þessi kerfi og persónlega ég svona fylgnast á þessu. Mér finnst þetta að hafa líka einhver svona mestan svona potensíal sko. Þetta er svona, þetta gat leyst svo mikið vanda hjá okkur. Og við náttúrulega, ég veit svo mikið, þekkja einhverjir þetta tæknistjórnunarkerfi, einhverjir á því. Kannski ekki, já, ekki margir, eitthvað kannski. En raun og veru, byggir þetta svolítið á því að það eru settar ákveðnar kröfur í grunninn. Og þú getur svolítið valið hvernig þú gerir það. Við ákveðum að setja hvert gæðaskjal sem eina kröfu. Og það er alveg svolítið ráðið hvernig þið gerir það, en það er eina sem var mikilvægt er að svolítið að vera búin að negla prósessinu áður en þið byrjið. Við enduðum á því að skipta testi miðri á og það tefur alltaf. En við neglum niður þannig að það er hver krafa er leiðbeining, viljulýsing eða stefnuskjal eða hvað sem við viljum. Og síðan raun og veru sko, ef við horfum til hérna, þá eru þetta kröfur og síðan koma kröfurnar saman í einhver verk. Og þarna var svona, þarna lentum við reyndar í pínuvandræðum. Það var svona, að þetta var mjög flókið kerfi hjá okkur. Og sumar deildir eru að vinna svona mjög breytt í gegnum fyrirtæki. Þannig að fyrri leiðin var, hún var svolítið, farin að flækja svolítið fyrir okkur. Ég vil ekki segja að þessi endilega til sko eftir breytni, vegna þetta er, við höfum náttúrulega mikið mannskap. Við getum leyft okkur svolítið að vera að fælis svolítið og flækja kerfið eins og við viljum. En við ákváðum að færa rauninni það sem í eðlisínu myndi vera kallað verk yfir í starfslýsingar. Það er ekkert að fara mjög djúpt í af hverju við gerðum það, en þetta var svona, einmitt svolítið út af þessu að við erum með svolítið ákveðnar störf sem erum í flóki sem fara mjög víða og þetta var svolítið erfitt að stilla verkin. En þar með töldu þá er alls ekki mögulegt og persónulega þá er það svona í 90% tilfella betri leið. En við fórum rauninni þá leið að við erum með þá eina kröfu sem verður einu verki og síðan setjum við það saman í starfslýsingar. Og ef við tökum sem dæmi að við erum með pökkun og neytendavöru. Mjög, í fyrra kerfinu þá hafði verið mjög típist verk væri þessi vinna á línu 1 sem hefði kallað á kannski 3-4 leiðbeiningar. En það sem við gerum við rauninni flytjum þetta svona upp og þá er rauninni vinna í línu 1 og hér og síðan tökum við þessa starfslýsingu eða verklýsingu og setjum það inn í stöðuna hjá viðkomandi starfsmanni. Og þá er hver starfsmaður með margar svona verklýsingar eða starfslýsingar. Þessi félagsgreining
og hún var jafnframt mjög lærdómsrík. Og við geta dregið úr þessari svolítið ofþjálfun. Þetta var orðið þannig að við vorum með starfsmenn sem voru á skrifstofu, sem voru jafnvel þjálfaðir í leikingu niðri í verksmiðju. Og okkar skilningur runni túlkun á þjálfun er svo runni að þú ert með þjálfun í þessari leiðbeiningu að bleikja, þá getur bara farið og bleikt fram í verksmiðju. En það var náttúrulega alls ekki svoleiðis. Svo þess að við reyndum að skera þetta niður við þetta verk sem þú ert að vinna. Get ég farið að vinna þetta verk niður það þjálfun sem ég hef. Sko, það er kannski ágætt bara að taka hérna eitt dæmi. Hérna erum við með verkstjóran okkar í pökkun. Hún er skilgreind sko á, staðan er skilgreind. Hún er yfirmaður og svo hengjum við inn á mismunandi starfslýsingar. Við viljum að hún getur gert ábendingar á frávik. Við viljum gjarnan að hún geti gert og samþykkt gæðaskjöl. Og svo höfum við svona ákveðna grunnþjálfunarpakka, eitt sem er fyrir alla starfsmenn í lýsi, svo annan fyrir þá sem eru á framleiðsludeild og svo eitt fyrir þá sem eru í pökkun. Og þetta er eitthvað sem allir fá. Og svo er pökkun 1 og 2, það er einhverjir hluti sem við skiptum pökkunleiðinni í 2 hluta. Það er eitt sem vinnur öll verk nema 2 og einn hópur sem vinnur öll verkin. Hún er yfirmaður og hún þarf að hafa starfsmannastjórnun og hún náttúrulega verkstjórn og svo 3 og annað. Svo þess að, eins og segir, við erum búin að, í staðinn fyrir að hafa kannski þá eina starfslýsingu hérna, þá erum við komin með marga. Það kemur út á eitt, en þú tapar ákveðnum hlutum og þú græðir ákveðnum hlutum. Þetta er náttúrulega bara hlutakerfinu, þetta er hæfnistjórinn og svo er hálfgerður speil af þessu sem er starfsmannahluti. Þar erum við að setja þetta starfsmennina og þegar stöðurnar eru tilbúnar þá förum við í starfsmannastjórinn og ráðum viðkomandi manneskju í þessa stöðu sem er verkstjórn í pökkun. Og svo þá sjáum við nánast það sem ég var að segja. Þarna erum við með einhver sem gerði ábendingar og þá er einhverjar 5 verk sem tengjast því. Og svo sem við bætt við það, ein ástæðan fyrir við vildum hafa þetta svona var svo að þegar við fellum úr gildi eina kröfu eða við viljum að viðkomandi þjálfi sig í einhverju ákveðnu verki. Þá í fyrra kerfinu þá gátum við verið með verk sem var samsett úr kannski 5 til 6 kröfur. Og svo kannski fellur úr gildi eina kröfu, þá var það ekki augljóst hvaða krafa af þessu 5-10 var sem vorum fellur gildi. Með þessu þá komum við fram hjá þessu, en ég svo sem veit ekki hvort þetta verður tekið í nýja útgáfunni, en við allavega mæltum með því að það er þannig að það er mjög augljóst að ef við farið þessu hefðbundnu leið, að það myndi bara merkjast sú krafa sem við vorum að fellur gildi. Þannig að starfsmaður getur bara farið beint inn í hana, hann þarf ekki leita. Þetta var svona ákveðin lapsus. Hérna væru til dæmis erum með þá grunnþjónustu starfsmanna. Þarna er einhver 10-12 skjöl sem viðkomandi þarf að hafa. Og við erum svo sér ekki búin að keyra þetta svona að hálfum afköstu svona, við erum svona að klára að setja þetta upp. En ég ákvað nú í gær að ég fór að labba með verksmiðjuna og aðeins að spjalla við fólki sem þarf að nota þetta. Og þetta voru það sem þeim finnst. Þetta er einfalt og þetta gefur þeim góða yfirsýn. Það er rafrænt sem er mjög mikilvægt. Við þurfum ekki að fólk eru ekki hlaupa alla verksmiðju. Og þetta virkar aðgengilegt. Þess að sá hluti sem snýr að starfsfólkinu, það var mjög jákvætt. Og eins og sjáið þarna er viðkomandi starfsmaður búinn að samþykkja og þetta er uppsetning sem við veljum bara svolítið sjálf. Við getum valið það að láta einhvern
skjöl sem eru bara rauninni sjálfsnám og það látum við bara starfsmanninn kvitta. Svo við séum ekki að búa til óþarfa svona þóðsjórið einfaldara og rafrænt þá þetta óþarfa áreiti. Þetta svolítið allt stillingar sem við getum sett upp. Annað sem við getum náttúrulega gert, þú getur verið með einhverja kröfu sem þú vilt að sé endurskoðuð á ársfresti eða burtséð frá öllu, þá bara hún bara sett í vinnslu aftur og þá fá allir sjálfkrafa þjálfun. Og þetta náttúrulega ofboðslega þægilegt þegar við erum að breyta einhverju kröfu og það þurfi ekki að fara í einhverja stóra listi til að sjá hver hafði þessa kröfu. Við bara ýtum á í taka, gaf ógild, einhver ástæðu, þá bara finnum það allar starfsmenn sem eru með þeir fá tölvupóst og þú þarft ekki að hugsa þetta meira. Og þetta dugir náttúrulega fyrir miklu meira en bara svona einhverja kröfur. Við höfum líka verið að nota þetta til dæmis, ekki bara fyrir eitthvað sem úr gæðahandbókinni. Við höfum líka verið að nota þetta við til þess að reglugerðir og annað. Við erum náttúrulega þurfum að fylgja reglugerðum og það er mjög erfitt þegar ég kemur til að gera sjálfur og þegar maður ekki alltaf í þessu, þá vill svona fenna yfir þetta. Þannig að við höfum sett kröfur að viðkomandi þarf að lesa ákveðnar reglugerðir og setjum við bara kannski 6 mánaða tíma á hana og eftir 6 mánuði þá poppar hann aftur, þú þarft að lesa aftur, kynna þér breytingar og þannig svona náum við kannski að halda utan hluti sem eru ekki endilega nefndir niður í gæðakerfinu. Og það er það sem við erum svona að skoða svolítið meira, það er hvernig við ætlum að nýta til þess að halda utan hluti sem ekki eru hluti gæðakerfinu. Þess eins og allir vita þá náttúrulega gæðakerfið er náttúrulega fínt að hafa, en það er náttúrulega það er heilmikið annað í þjálfun, þetta er bara það að kunna gæðakerfinu utan að. Og svona til þess að ljúka þá sett ég svona væri gott að hafa og ég sé að forritarnir eru þarna fyrir aftan til það. Ég veit ekki hvort það er komið, en það væri alveg rosalega góður kostur. Og þá er það bara einhver svona þá vita menn ákveð það er þessi sem ég er að lesa. Það var ekki fleira, en ef það er einhverja spurningar þá endilega spila. Þið kannski þekkið þetta kerfi ekki neitt sérstaklega vel. Hvernig er með starfsfólk sem ekki vinnur á gólfi og er ekki með aðgang að tölvum eða er það ekki með þannig? Já, þetta er vefútgáfa líka á þessu og það eru allir hjá okkur með einhvern aðtækjum. En auðvitað eru fólk þarna sem kannski er sest bara í einhver 5-10 mínútur og þau geta náttúrulega gert það heima líka. En við erum með það er vefútgáfa þessu líka og það er eins og meðvitað í rauninu nót. Þannig að þið eru með alveg 145 aðgengi? Já, við erum. En ef þú ert með kannski 30 manns tekið hópnámskeið, þá hver og einn starfsmaður að fara inn á eftir og hann myndi þurfa að gera lokið. Já, ef myndi vera með svoleiðis. Þá væri krafan bara þetta? Það væri krafan bara námskeiðið og Og getur þið hengt glæruna við eða slíks? Já, það væri það. Það er ekki mál að hengja glæru við með það. Þannig að þú rauninni, eins og þetta virka núna í dag, þá rauninni, þegar þú smellir á þennan hlekk hérna, þá ferðu yfir á aðra síðu þar sem þú getur hoppa beint yfir í gæðahandbókina. Og þar er líka hægt að hengja viðhengi eða hvað sem er. Var spurningar aftast eða? Ég ætla bara að spyrja varðandi starfslýsinguna. Já. Er þetta bara að segja að hann á að kunna þetta, hann er búinn að þjálfun eða hann í raun kann og er sjálfstæður í því? Þegar við erum búin að hengja á starfslýsingarnar, þá er þetta, það má ég segja, þetta er starfsmaður eins og við ætlum að hafa. Hann á að kunna þetta, hann á að vinna í þessu. En svo náttúrulega bara er ákveðin tími bara á þjálfunina. Þannig að þá bara þegar hann er búinn með sína þjálfun, þá getur hann unnið þessa vinnu og sérstaklega í þeim verkum sem eru kannski verkleg. Þú þarft að skrúfa einhverja loka eða gera eitthvað. Það er alltaf
þá erum við alltaf með þetta þrefalda system. Þá erum við nemandi samþykki, svo er það kennarinn og svo er það þjálfunarstöðin. Og í sumum tilfellum, eins og til þess inn á rannsóknardeildinni, innan rannsókn, þá er ákveðnar kröfur um það hvað viðkomandi þarf að fá að mæla mikið til þess að geta unnið viðkomandi starf. Og þetta er þá gögn sem þurfa að fylgja með í þjálfunarplækinu. Þannig að bæði kennari og þjálfunarstjóri geta farið yfir þau, já, hann er viðkomandi búinn að mæla þetta er innan þeirra marka sem við setjum við samþykkjum til þess að við mæla. Þá vil ég bara þakka kærlega fyrir.